Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin á fyrsta hrafnaþing haustsins. Gaman að þið létu ekki veðri stoppa ykkur, ég var pínu stressuð fyrir því. En sá sem ætlar að ríða á vaðið er Jón Einar Jónsson, dýravistfræðingur og forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Snæfellsnesi. Hann lauk meistaraprófi frá Háskóla Íslands árið 2000 og doktorsprófi frá Louisiana State University 2005. Og rannsóknir hans hafa mest snúist atferli og vistfræði andfugla. Og í dag ætlar hann einmitt að segja okkur frá rannsóknum sínum á æðarfuglum í Breiðafjarðareyjum. Takk fyrir að koma, Jón Einar, og ég gef þér orðið. Takk. Já, ég segi bara sömuleiðis takk fyrir að koma og takk fyrir að hafa mig og ég ætla að segja frá verkefni sem að ég byrjaði á samt félögum mínum, Árna Ásgeirssyni, Ellen Magnúsdóttur og Jóni Jakobssyni fyrir rúmlega 3 árum, eða svona eftir því upphafið svolítið skilgreint eftir því við hvað miðað. Nú, rannsóknarsetrið okkar eitt af rannsóknarsetrum Háskóla Íslands á landsbyggðinni og best að hafa þessa glæru með úr því að forstöðumaðurinn okkar ákvað að mæta. Og við erum annað af 2 rannsóknarsetrónum sem hefur aðalstarf að vera í fuglarannsóknum. Við höfum rannsakað æðarfugl, dílaskarf, tökum þátt í vöktun Samtaka náttúrustofa á Ritu og við höfum verið með nemendur sem hafa skoðað kríu, grágæs og fleiri tegundir. En það var strax ákveðið 2006 að æðarfuglinn fengi að vera númer 1, 2 og 3 og fyrsta æðarverkefnið stofnvistfræði æðarfugls sem stendur reyndar ennþá gekk út á það að fá upplýsingar hjá æðarbændum fjölda hreiðra og þetta höfum við unnið með og vinnum með fram á þennan dag. Síðan gerist það 2008 að við tókum saman höndum við Smára Lúðvíksson æðarbónda í Rifi. Hann hafði merkt æðarkollur frá 1993 og við unnum með honum í nokkur ár. En erindi dagsins í dag að segja frá nýjasta verkefninu sem reyndar óneitanlega afkvæmi hinnar tveggja líka. Það að segja frá hreiðurstaðavali æðarkollna við Breiðafjörð. Það aðeins að tala hvernig það byrjaði allt saman. Segja ykkur frá markmiðum, aðferðum og svo heimsækjum við nokkrar merkingareyjar. Verkefnið náttúrulega skammt á veg komið, þannig það kannski ekkit brjálæðislega mikið af gögnum að sýna ennþá, en þó eitthvað. Í Rifi þá eru 2 hólmar sem Smári gerði upp úr 1970 og þann seinni upp úr 1990. Og þarna voru 600 æðarkollur þegar mest var og hann var búinn að merkja þarna í 15 ár. Við birtum saman grein þetta 2013. Hann lét mig hafa merkingagögnin og ég kerði þau í mark og Smári var síðan góður samverkamaður í ýmsu öðru. Doktorsverkefni Þórðar Arnar Kristjánssonar var unnið þarna stórum hluta æðarkollur sem skiptast á að eða fylgjast með hreiðrum hverjar annarar. Bob Dusek kom þarna og safnaði mótefnum við leitaði mótefnum fyrir vægri fuglaflensu veiru og við gerðum þarna tilraunir með litmerkingar, settum nefmerki á fuglana sem sýndu það að þær sýndu fleiri hreiðrum en sínu eigin. Og þannig að þarna fyrir mig persónulega að læra að merkja því að stengurnar sem við höldum á, þetta eru veiðitækin sem við notum, þetta eru snörustangir og læraði þetta af Smára og gat miðla þessu áfram til Árna og þeirra hinna þegar við byrjuðum í kringum Stykkishólm og svo auðvitað þetta að svona læra að meðhöndla æðarkollur og ganga æðarvarp. Smári náttúrulega æðarbóndi og merkingamaður
og maður svona, það eitt af því sem gerist þegar maður fer að merkja æðarfugl og hafa áhyggjur af æðarvörpum, maður svona fer pínlítið að hugsa eins og æðarbóndi, hafa áhyggjur af mink og hröfnum og svoleiðis. Nú, menn voru svolítið farnir að bíða eftir því að við færum að